Komið sæl. Helena Karlsdóttir heiti ég, forstöðumaður stjórnsýslu og umhverfissviðs hjá Ferðamálastofu og tryggingar ferðaskrifstofa hafa heyrt undir stofnunina. Þannig að það kemur í minn hlut að fjalla aðeins tryggingaverndina, hvernig hún mun verða gagnvart pakkaferðum og samtengdri ferðatilhögun. Þannig að ég mun byggja upp mína kynningu annars vegar pakkaferðir og hins vegar samtengda. Þeir sem selja pakkaferðir nú þegar, þeir þekkja tryggingafyrirkomulagið og það verður sjálfsögðu engin stór breyting á þeirri framkvæmd. Stóru breytingarnar eru samtengda ferðatilhögunin og við erum, eins og hér áður komið fram, þá er þetta mjög viðamikið og við erum bara að fóta okkur í nýju umhverfi. Og hvernig þróunin verður, það verður bara tíminn og reynslan að leiða í ljós. Eins og kom fram, þá er unnið að lagabreytingum og þar verða væntanlega gerðar einhverjar breytingar á tryggingafyrirkomulaginu, meðal annars vegna tilskipunarinnar og eins vegna þeirra gagnrýni sem hefur komið fram á tryggingakerfi. Þannig að þegar að frumvarpið lítur dagsins ljós, þá getum við kannski betur séð heildarmyndina. En eins og komið það fram, þá er verið að samræma og þessar reglur eru skuldbindandi fyrir öll aðildarríkin og okkur ber þá að fara eftir henni. Tilskipunin leggur mjög mikla áherslu á skilvirka tryggingavernd og þá eru sérstök ákvæði tryggingarnar, annars vegar pakkaferðar, síðan samtengda, en í þessari tilskipun sem er við það að falla úr gildi, það er rauninni bara sagt að það skuli vera til tryggingakerfi og aðildarríkjunum er bara veitt sjálfsvald sett, aðildarríkjunum er sjálfsvald sett hvernig þeir haga þeim í fyrirkomulagi. En nú er búið að negla þetta niður, þannig að þetta á að vera mjög skýrt hvernig framkvæmdin og hvað heyrir undir tryggingaskylduna. Það er breyting á hugtakanotkun eins og komið það fram áðan, þannig að við þurfum að temja okkur nýja hugsun. Við getum ekki að hugsa lengur í ferðaskrifstofu og ferðaskipuleggjendur og bókunarþjónustu og svo framvegis, en við þurfum að fara að hugsa um seljendur, skipuleggjendur, smásalar. Það sem er einnig nýtt, eins og komið inn á hérna áðan, það er samvinna aðildarríkjanna. Nú ber öllum aðildarríkjum að viðurkenna tryggingakerfi hvers annars. Þannig íslensku ferðaþjónustuaðili sem býður sína þjónustu annars staðar í öðru aðildarríki. Honum ber að gera grein fyrir tryggingunum þá hér á landi, en hins vegar það ríki sem viðkomandi vinnur í ber þá að viðurkenna íslenska fyrirkomulagi. Það er samvinna og á að vera samvinna svið stjórnsýslu og eftirlits með skipuleggjendum og eftir atvikum smásölum sem eru með starfsemi í mismunandi ríkjum. Það er ákveðin upplýsingaskylda sem ríkir á milli ríkjanna, þannig að okkur ber að upplýsa aðra þjóðir hvaða kröfur eru gerðar hér á landi og við eigum rétt á upplýsingum annars staðar. Síðan ber okkur að senda aðildarríkjunum skrá yfir þá skipuleggjendur sem uppfylla allar kröfur og eru með allt sitt í lagi og þessar skrár eiga líka að vera aðgengir á netinu fyrir almenning. Þannig að það er breyting. Það sem breytist líka er að eins og staðan er núna í dag, þá þarf að liggja fyrir gjaldþrotaúrskurður áður en að tryggingaverndin verði virk. Það breytist og við erum að færa það skrefi nær, en í rauninni dugar ógjaldþrota. Og svo náttúrulega er rekstrarstöðin að við komum til hætti störfum að þá virkjast þessi vernd einnig. Síðan er að tryggingaverndin, hún er algjörlega óháð staðsetningu, skiptir ekki máli hvar ferðin er keypt, af hverjum hún er framkvæmd, hver brottfararstaðurinn er og svo framvegis. Já, ég fyrirgefi, ég bara gleymt lærunum. En hvaða þýðingu hefur þessi breytta tilskipunin í för með sér fyrir okkur? Eins og kom hérna fram, þá er pakkaferðahugtakið útvíkkað og það er aukin tryggingavernd þar af leiðandi og svo einnig vegna tilkomu þessar nýju samtengdu ferðatilhögunar. Það má ætla að fleiri ferðir verða tryggingaskyldar og fleiri aðilar sem verða tryggingaskyldir einnig. Eins og ég segi með breyttri hugtakanotkun þurfa að endurskipuleggja þetta allt saman, endurhugsa þetta. Það er væntanlega þá hver og einn að hugsa í hvað stöðan er hann skipuleggjandi, er hann smásali og svo framvegis. Við sjáum fram á að bókunarþjónustan eru breytt og ég vil bara hreinlega detta út
því að þeir sem eru núna í dag bókunarþjónusta verða klárlega tryggingaskyldir á einhverju tímapunkti. Hótelin, þau munu falla undir tryggingaskylduna og jafnvel bílaleigur. Þannig að þetta verður heilmikil breyting. Síðan eru erlendir skipuleggjendur sem þeir sem eru utan EES-svæðisins að þeir verða tryggingaskyldir líka. Þannig að þetta verður heilmikil breyting og það verður bara, eins og ég segi, hver og einn verður að skoða bara sína stöðu. En þetta mun skýrast allt þegar að nýtt frumvarp, þegar það mun liggja fyrir í haust. En varðandi pakkaferðirnar, þá eru það skipuleggjendur sem eru tryggingaskyldir. Og þá skiptir ekki máli hvort að ferð er ófarin, það er heimflutningur eða viðkomandi gert kleift að klára ferðina. Tryggingin á að tryggja endurgreiðslu allra greiðslna frá ferðamanni. Og tilskipunin gerir þá kröfu að það þurfi að aðlaga trygginguna ef til dæmis sala pakkaferða eykst, að það þarf að endurreikna tryggingafjárhæðina. Þetta á líka við þá sem eru nýir. Það eru mjög mörgum tilfellum þeir sem eru að koma nýir inn á markaðinn, þeir eru bara með lágmarkstryggingar. Síðan kemur ljós að veltan eykst, að þá er rauninni tilkynningarskyld á þá og það ber að endurreikna fjárhæðina. Ef flutningurinn sem hluti af pakkaferð, þá þarf að taka hann inn í útreikningin. Þannig að það skiptir ekki máli hvers konar flutningur þetta er. Það er allur flutningur á farþegum. Þannig að það ber að taka, og það er mikil áhersla hjá Evrópusambandinu á heimflutning. Þannig að það skiptir mjög miklu máli ef þetta er flutningur fólks milli landa, að heimflutningur sé tryggður og heimflutningur innanlands er þarna líka, aftur við hann líka. Það er talað um það í tilskipuninni að tryggingin þurfa að ná yfir nægilega hátt hlutfall af veltu skipuleggjandans. Það þarf að horfa á hver er fyrirsjáanlegur kostnaður. Og það er áhersla á það að tryggingin nái yfir allar greiðslur sem þarf að endurgreiða. Og þegar aðildarríkin er að velja sínar aðferðir við útreikningin, það þarf að horfa á þennan tíma þegar innborgun eiga sér stað, hvenær lokagreiðsla á sér stað og hvenær ferðalokin eru. Og svo aftur hérna með kostnaði við heimflutningi. Tilskipunin, hún gerir aðildarríkjunum kleift að ákveða hvert fyrir sig hvort að smásalari hefur tryggingaskyldir. Og þá er það hugsanlega þannig að þá eru tryggingaskyldir fyrir þeim greiðslum sem þeir taka á móti í þann tíma áður en þeir greiða til framkvæmdar aðalaferðar. Það er eitt af þeim atriðum sem á eftir að taka ákvörðun hvort að smásalarnir verða tryggingaskyldir. Og síðan er það skipuleggjendur utan EES, þeir eru skyldir, það er að segja þeir sem að bjóða til sölu eða beina með einhverjum hætti pakkaferðum til aðildarríkis, þeir verða að leggja fram tryggingu, er tryggingaskyldir samkvæmt því aðildarríki. Og einnig ef að skipuleggjendur utan EES er í samstarfi við smásala hér á Íslandi, þá eru smásalarnir skyldir til að vera með tryggingar nema þeir geti sannað að þessi erlendi skipuleggjendur sé með tryggingu og fullnægi þá kröfum aðildarríkisins. Síðan er samtengda ferðatilhögunin, sem er stóra spurningin og við svo sem vitum ekki alveg hvernig hún muni þróast. En það eru allir seljendur sem hafa milligöngu samtengda ferðatilhögun og taka við greiðslum frá ferðamönnum. Þeir eru tryggingaskyldir. Og ég ætla að tala bara milligöngu seljanda og aðalega einfaldlega þeirra ástæða það tekur minna pláss á glærunum. Þetta tekur alltaf langt pláss að segja seljandi sem hefur milligöngu sölu. Þannig að þessi seljendur, þessi milligöngu seljendur, þeim ber að hafa tryggingu til að endurgreiða allar greiðslur sem þeir taka frá ferðamönnum. Ef að sá seljandi er ábyrgur yfir flutningi ferðamanna, þá skal tryggingin ná yfir heimflutningin. Eins og kom hérna fram áðan, þá er upplýsingaskylda á þessum seljendum áður en að samningur er gerður, og það er á þessu staðlaga formi, að ferðamaður njóti ekki góðs af réttindi sem gilda pakkaferðir, að hver þjónustuveitandi fyrir sig
hann ber ábyrgð á framkvæmd sinna þjónustu og að ferðamaður njóti góðs af tryggingaverndinni. Og eins og kom fram áðan, ef að seljandinn upplýsir ekki þessi atriði, að þá virkjast þessi ákvæði pakkaferðir. Síðan, ef að ferðamaður gerir samning við seljanda og hann einn og sér helst ekki vera samtengd ferðatilhögun, ef að hann kaupir svo aðra þjónustu af öðrum þjónustuveitanda sem gerir það verkum að stofnast þarna samtengd ferðatilhögun, þá er sá seinni þjónustuveitandi að láta hinn fyrri vita að þessi samtengda ferðatilhögun hafi stofnast. Já, það byggist alltaf á einhverjum viðskiptatengslum. Það er alltaf einhver tengsl þarna milli. En það er sama, það er þarna ákveðin, það er þarna þessi skylda sem að hvílir á þá seinni seljendum. Þetta kann að vera flókið í framkvæmd, við verðum bara að sjá til. Síðan, ef við horfum aðeins á þennan milligöngu seljanda, ef hann verður ógjaldfær eða gjaldþrota eða hættir starfsemi, þá skiptir máli hvort að hann hafi tekið við öllum greiðslum fyrir alla þessa þjónustuþætti, að allan minnstu kosti þess að 2 eða geta verið 2 eða fleiri. Ef hann hefur tekið við öllum greiðslum og hann heldur þeim hjá sér, hann er ekki búinn að greiða þá til hinna og hann verður ógjaldfær, þá ber honum að endurgreiða, eða tryggingun hans ber að endurgreiða allar greiðslur. Hafa hann hins vegar verið búinn að greiða öðrum þjónustuveitendum þeirra hluta, þá ber hann bara ábyrgð greiðslunum til sín. Ef að hinir svo verða gjaldþrota eða ógjaldfærir, þessi seljendur sem ekki teljast vera milligönguseljandi, þá er það í rauninni bara sorry. Þá er það bara almenn krafa í þrotabú. Því að þeir þjónustuveitendur eru ekki með tryggingu. Það er bara sá seljandi sem hefur milligöngu. Síðan, já, það er bara, ógjaldfærnin hefur bara áhrif á þann seljanda sem telst vera milligöngu seljandi. Ef að þessi milligöngu seljandi, ef hann tekur ekki við greiðslum frá ferðamönnum, þá er ekki þörf á tryggingu. Þannig að ef að til dæmis segjum bara einhver bókunarsíða sem í rauninni gefur bara út voucher, eða það er að segja hún hefur milligöngu þessa þjónustuþætti en þjónustuþættirnir eru greiddir til hvers þjónustuveitanda fyrir sig, þá er ekki þörf á tryggingum, af því að hann hefur ekki tekið við neinum peningum. Þetta er rauninni fyrst og fremst spurning það, hver tekur við peningum. Ég er með nokkuð dæmi sem að ættu að skýra þetta einhverju leyti. Ef að viðskiptavinur kaupir 2 flugmiða til útlanda hjá flugfélagi á vefsvæði, þegar hann fær staðfestinguna að bókun hafi gengið í gegn og hann sé búinn að kaupa þetta flug, þá fær hann boð að bóka hótel. Það gerir hann innan 24 klukkustunda og síðan fer hann í ferðalagið og flugfélagið verður gjaldþrota meðan hann fær stendur. Hérna er samtengda ferðatilhögun að ræða og þess vegna fellur heimflutningur undir tryggingaverndina af því að flugfélagið taldist vera milligöngu seljandi. Þá var hann að vera með tryggingu fyrir heimflutningnum og honum bar að koma ferðamönnum heim. Þegar að viðskiptavinurinn keypti og bókaði hóteli, þá átti hann að fá þessar upplýsingar sem við töluðum áðan, að þetta væri ekki pakki sem hann var að kaupa en hann nyti samt góðs af tryggingaverndinni. Og í langflestum tilvikum í svona dæmi, þá eftir náttúrulega með milliliðin sem við skýtið að útvíka þessum stóru bókunarsíðu. Það er ákveðið náttúrulega þar, þá teimaðilega ekki bókunum sjálf. Það þarf að skoða í rauninni hvert tilfelli fyrir sig. Og þá eru þessar upplýsingar
sem á að gefa ferðamanninum, þær eiga að reyna að taka af allan vafa það hvort samtengda ferðatilhögun sé að ræða eða ekki. Greiðslur fara í gegnum þessar stóru. Já, er það bókunarsíðurnar sem taka við peningunum? En það ekki bara að vísa yfir? Já, ef þær taka við peningunum og bókunarsíðurnar greiða þessum hverju fyrir sig, þá er bókunarsíðan tryggingarskyld. En þeir taka bara umboðsbundum? Það er vænti að ef þeir halda eftir umboðslaunum. Nei, þeir eru bara umboðslaunum. Borga bara bókunargjald og borga afslætti í Já, ef þú greiðir, ef að sá sem að telst vera milligöngu seljandi, ef hann tekur við greiðslum frá viðkomandi, þá er hann tryggingaskyldur. Já, sko. Það milliganga. Já. Þannig að, og tilskipunin er alveg skýr með þetta, að sá sem hefur milligengist þessi kaup, honum ber að hafa tryggingu. Hér er annað dæmi, ef að keyptir hótelgisting og það er hóteli sem að auðveldar kaupa á aðgengi til dæmis á golfvelli og þetta er samtengt ferðatilhögun, þá er spurningin hvað gerist ef að hóteli hefur tekið við heildargreiðslunni, eða það er að segja greiðslunni fyrir bæði hótelið og fyrir golfið, ef að hóteli verður gjaldþrota. Og þá skiptir máli hvort að hóteli sé búið að greiða það golfvellin þar sem að honum bar eða hvort hann hafi haldið þessu öllu saman hjá sér þegar að hóteli verið gjaldþrota. Þarna fellir hótelgislingin undir tryggingarskylduna og ber að endurgreiða þá ferðamannum. En hafi hótelið þegar greitt golfvellinum, þá skiptir ekki máli því að ferðamanninn hefur alltaf aðgang að þeirri þjónustu sem hann keypti. Já, ferðamaður kemur nú að síðu flugfélags og það er að boðið hótel og fyrir þau. Hann veldur að bóka á ferðina alltaf bara í gegnum síðu flugfélags. En flugfélagið tekur sjálf sér ekki við nema bara einhverjum handisum af greiðum til hótelsins og bílalegu fyrirtækisins. Það er greitt þess að fyrir það sérstaklega greitt fyrir þeirra fyrirtæki. Þannig að fyrir það flugfélagið þessu fyrirtæki að hafa greitt fyrir allir. Nei, já sko flugfélagið hefur alltaf tryggingu fyrir fluginu. Það er hins vegar spurning sko ef að hvernig þessum viðskiptatengslum er háttað við flugfélagið, við hótelið og til dæmis bílaleiguna. Nú bara þekki ég ekki hvort að ef þú greiðir fyrir þessu þjónustu, sko hvort þetta er eitthvað aðgreint. Nú er spurningin hvernig kvittinu lítur út. Það er bara að vita. Þetta greiðir þetta til þetta millilandræðina. Þetta styrkir greiða hótelinu eða flugfélaginu greiðslu eftir á, en þar tekur þau greiðslu frá þjónustu, kemur gegn hótelinu gamla, borgar svo til viðkomandi fyrirtækja. Í þessu tilfelli er bílalegan tryggingarskyld. Ef hún er til gjaldþrota til dæmis, áður en að hún væri búin að greiða til hótelsins og flugfélagsins, þá þurfti bílalegin að trygging bílalegurinn endurgreiða allt saman. Já, þetta greiða bara ef að bílalega fyrir. Já, þannig að bílalega í borðum verður samtengt að bara bíla. Já, ef hún myndi falla undir þannig að þegar að kaupin í heildina, þegar hún myndir skoða þau, þá myndi þetta flokkast undir samtengda ferðatíma. Já, það getur verið. Það er bara verið að tengja saman. Já, það fer alltaf eftir hvernig hún er tengt saman.
Já, ég held að Steinunn er nefnilega með góða leiðbeiningar fyrir atvinnugreinina til þess að skoða, til þess að meta hvort samtengdartillögun er að ræða eða hvað. Þannig að sama dæmi, það er spurning hvað gerist ef að golfklúbburinn verður gjaldþrota og hafi hótelið þegar greitt golfklúbburinn hans hlut, þá á kaupandinn ekki rétt að endurgreiðslu og á þá í rauninni bara almenna kröfurétt í þrotabúi. Það er engin tryggingaskylda fyrir þjónustuveitanda sem ekki hefur milligöngu söluna. Þannig að tryggingaskyldan nær aðeins yfir þær greiðslur sem greiddar eru til hótelsins. Og sjá lokum, hvað gerist ef hótelgistingin er greidd beint til hótelsins og golfið er greitt beint til golfklúbbsins við gjaldþrotið. Þá er það sama, tryggingaskyldan er aðeins til greiðslna til hótelsins en ekki til golfklúbbsins. Þetta er svona í grófum dráttum þar sem að tilskipunin felur í sér. Eins og ég segi, við erum að fóta okkur, þið eigið eftir að fóta okkur í nýju umhverfi. Ég held að skipti máli að skoða bara málin í rólegheitum, eins og segi tíminn og reynslan mun leiða í ljós hvernig framkvæmdin verður. Það er ennþá verið að vinna þetta á vettvangi Evrópusambandsins. Við eigum eftir að fá fordæmi og annað, þannig að kannski á eitthvað eftir að gerast líka fram til 1. júlí á næsta ári. En eins og ef þið hafið frekari fyrirspurnir og kannski vakna frekari spurningar þegar Steinunn er búinn með sitt. En bara byrja þá að þakka þið fyrir mig og vonandi við getum fengið frá ykkur bæði kommenta á þetta og eitthvað sem við getum unnið með áfram.